og ég býst ekki öðru nema að verði bara brjálæði að gera, fyrir náttúrulega allt eftir veðri, en ég býst við að íslenska sumarið fara nú að láta sjá sig svona almennilega. En það er alltaf reytingur hérna og við náttúrulega miklu framkvæmdum hérna í Kiðabrygginu. Við setja vökunarkerfi núna á fyrir 9 og næsta ári á seinni 9, þannig að þá fer bara völlunum alveg upp eitt level við það og svo voru líka að festa að kaupa á ýmsu tækjum sem voru að koma núna bara nýlega í En þessi róbótar, sláttu róbótar, eru komið með eitthvað svoleiðis system eða? Ekki ennþá, en það er á plönunum. Það er á plönunum? Það er á plönunum, já. Hvað eru margir í þessum klúbbi? Það er rúmlega 400 manns, 412 held ég að sé eins og staðan núna, sem er bara ansið gott og ég býst við að við förum ekki til meira en 500, bara til þess að passa upp á að okkar meðlimir fái bara góðan aðgang að teiktímum og þurfum ekki að berjast fyrir einu sko. Þetta er 4 árið og þetta er bara svona búið að festa sig í sessi, bara í íslensku mótahaldi. Þetta er náttúrulega bara einn og sem tegundar svo ég viti í allan Íslandi og ef ekki í heiminum. Og hérna, ég meina, það er nú ekki margir sem getur boðið upp á svona. Og fólk virðist bara taka mjög vel í þetta og náttúrulega verið með frábær verðlaun og höfumyndan náttúrulega grand. Þannig að fólk vilji koma og hafi gaman. Var ekki völlurinn bara í toppstandi og? Jú, völlurinn kom bara mjög flott undan vetri og búið að vera bara mjög mikið að gera. Og hann er alltaf vinsæll í mótahaldi, mikið af boðsmótum, mikið af gangandi trafík. Og svo eru okkar heimamenn, klúbbmeðlumir mikið að spila hérna, þannig að það er bara gaman að sjá nýtinguna á vellinum. Ert þú á þínu öðru ári sem framkvæmdastjóri? Já, passar. Og hvernig hefur starfið verið? Hvernig hefur þetta? Þetta er bara vertíð. Það er nóg að gera og maður er bara stundum 16 tíma að vinda, en það er bara eins og er. Maður náttúrulega hefur bara fyrstulega mjög gaman að þessu og Ert náttúrulega þjálfari? Já, það líka, en það er bara náttúrulega gaman að sjá fólk koma og með bros og vör eftir 18 og maður fær náttúrulega ákveðið kikk út af því og bara sjá það að fólk sé að þetta sé bara upplifun fyrst og fremst. Þessi völlur er opaslega fallegur, hann er rómaður fyrir, eða ekki bara hvað hann er, það er mikil fegur, náttúrufegur. Já, þetta er eins og margir hérna áttu séu utanakomandi eða erlendir kylfingar að það er alveg myndavillin sér maður ofta á lofti við að taka myndir. Þannig að þetta er svona bara eins og túristar oft á tíðum. En hvað með þitt golf? Lærðu eitthvað að spila það? Það er bara ekkert. Það er bara ekkert? Það er bara ekkert. Þegar maður er með 3 lítil börn og hérna á fullu og golfið er ekkert hátt uppi hjá mér sjálfum sko. Nei. Það er bara, þetta er bara ákveðið tímabil og vonandi kemst maður aftur á ról innan skamms tíma sko. Einmitt. En þú náttúrulega ert Íslandsmeistari 2015 og þá ertu náttúrulega bara augljóslega í bara fremstu röð. Hvað varstu lengi og varstu ekki eitthvað líka að reyna við atvinnumannin eða? Jú, ég var í því frá alvöru svona 2011 til 2017. Svo 17-18. Og þá svona fannst manni alveg nóg komið. Og fór að hefja einhvern annan kafla í sínu lífi. Annan kafla í lífinu? Já. Það er svona afreksgólf, þú setur ekkert stendan á að taka Íslandsmeistaratitilinn? Já, það var náttúrulega gaman að taka næsta árið þátt sko, í Íslandsmótinu, sjá hvort maður geti eitthvað strítt strákunum sko. Já, á semst 10 ára afmælinu? Á 10 ára afmælinu, sjá hvort maður geti gert eitthvað, en það er náttúrulega þar mikils vinnu, maður bara poppar ekki út á völl og vera að spila eins og maður gerði áður sko. En ef maður fær tíma til þess og kemur sér niður í forgjöf, þar sem maður nú bara komið aftur í 54 í forgjöf, það var bara alveg búinn að fyrnast. En já, en þetta er Þeir eru nú líklega vísað úr móti að þú myndir skráðu til leiks með 54 í forgjöf. Það er væntanlega nett forgjöfarsvindl. Já, ég get nú ekki gert neitt í því, þetta var bara annar nei sem ákvað það sko. En jú, ég myndi nú ekki gera það sko. Nei. En svona staðan á bara golfi á Íslandi, er mikið af góðum kylfingum að koma fram heldur? Já, mér finnst bara að vera mjög björt framtíð í því og mér finnst líka vera hlutverk okkar þeirra sem hafa reynslu í þessu að hjálpa þeim sem eru að stíga sér fyrstu skref og líka þeir sem eru að feta sín fyrstu fótspor í atvinnugolfi og bara kannski hæsta level í áhuga mennsku að bara koma til okkar og spyrja okkur. Því að þetta er alveg svaka djúp laug að stökkva í og að geta sótt kannski til okkar visku og þekkingar er kannski að spara viðkomandi 1-2 ár í því bara að komast á kannski annað level sko. Og það munar náttúrulega rosalega miklu bara í fjárhagslega og öllu saman og sjálfstrausti og slíku. Þetta er náttúrulega bara ströggl og þetta er þvílík barátta
og að gera að nýta sér bara þá í kringu sig og þó svo að maður þekkir ekki viðkomandi alltaf að allir vilja gera þau til þess að hjálpa til sko.